þetta verður að hefð. Maður gerir þetta fyrst af því þetta svo hressandi, svo verður þetta bara hefð og verður bara ómissandi þáttur af daglegu lífi. Að fara í sundið. Það bara þannig. Og svo þegar maður búinn að eignast vinahóp í sundinu, þá svo margt sem kallar á. Þá vill maður bara hitta sína vinkonur og vini og bara njóta þess að vera í sundinu. Þá þetta orðið hluti af manns daglega lífi, löngu orðið það, sko. Á maður ekki sæti sitt við matarborðið heima hjá sér? Jú, alveg eins hérna. Já, mér finnst þetta mjög svona fallegur hluti af íslenskri menningu. Baðmenningin á Íslandi, sko. Og ég ólst líka svo mikið upp við þetta. Ég var alltaf þá í Vesturbæjarlauginni með mömmu og pappa og systur minni og þannig maður einhvern veginn, mér byrjar að klæja líkamann ef ég ekki búin að fara í sund í, meira en 4 daga eða eitthvað. Mér finnst þetta að vera mjög skemmtilegt. Það kemur svona, þegar maður ungur, kemur svona svolítið í staðinn fyrir að fara bara rúntinn eða hittast og maður veit ekki hvað maður á að gera. Og það líka svo góður staður til að hitta vin sína því maður getur ekki verið í símanum og eitthvað svona. Nákvæmlega. Maður neyðist til þess að vera í núinu og horfa á vini sína. Nákvæmlega, góður punktur. Þetta sko, þetta félagslegt, þetta sálfræðiþjónusta hérna sko, í pottunum, með köllunum og kellingunum sko, þannig að þetta bara svoleiðis. Við búum á Eldfjallaeyju sem gera það verkum að við höfum nóg aðgengi að heitu vatni. Og á þeim svæðum þar sem meiri hiti í jörðu auðveldar að byggja sundlaugar og hafa þá aðgengi af nægri orku. Niðurgreiðsla sveitarfélaga á starfsemi sundlauga umtalsverð. Fjölmargir hópar fá frítt í sund í sundlaugum á Íslandi, má nefna þar börn og ellilífeyrisþega. Þetta sýnir hvað sveitarfélögin eru sannfærð það að sundlaugin skiptir miklu máli þegar kemur að almannaheill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Við mætum hérna sjölitið. Samfélagið hjá okkur hérna náttúrulega mjög breytt í þessum hóp. Það bara, þú veist, það eru iðnaðarmenn eins og ég og fleiri, alþingismenn, fyrrverandi ráðherrar. Það bara all flóran þarna milli. Og hérna, ég reyndar setti eina reglu þegar ég stofnaði hópinn. Það væri bannað að tala pólitík. Þess vegna svona gaman þetta. Meistir að svast yfir því. Við lofum því að segja einhvern. Það er gaman. Það var svo gaman. Það liggur við í flýti fyrir einhvern. Þetta einhvern veginn, þú veist, bara í lífinu, þú klæðir þig ákveðið eða þú veist, ert svona hinsegin típa. Og jú, þú getur náttúrulega verið í einhverjum sundfötum sem eru svona hinsegin eða með tattoo eða hárgreiðslu. En það samt rosalega mikið af því kannski hvernig þú svona skilgreinir sjálfan þig strípað í burtu. Og þú ert bara einhvern veginn, skiptir ekki máli hvort þú ert forsetinn eða frægasta poppstjarnan eða það einhvern veginn bara allir saman í sundi. Svolítið laugan, en við myndum nú held ég fylla þennan heita hópa ansi fljótt. Já, ég held. Okkar hópa sko. Já. Daginn. Góðan daginn. Já, þetta væri alltaf lítill pottur fyrir allan hópinn okkar. Sundmenning Íslendinga bara samofin þjóðarsálinni. Mér finnst alveg sérlega gaman þegar ég fer í sunda á morgnana, þá hittir maður krakka sem að fara í skólasund og eldra fólk sem að hittast og nýtur þess að koma saman, fá sér sundsprett, spjalla svo í heita pottinum, leysa öll heimsins vandamál. En þær lausnir gilda bara í einn sólarhring, þannig að það þarf að koma aftur saman næsta morgun og spjalla og spekulera. Og maður verður nú að viðurkenna, stundum rata ég ekki ofan í laugina, ég stoppa bara í pottinum og kemst ekki lengra. Það hlýtur að vera margir sem þurfa að spjalla á leiðinni. Jú, en það líka svo gaman. Fólk finnur líka, ef maður í spjallstuði, þá bara lætur fólk dæluna ganga. En svo hefur fólk einhvern veginn svona sjötta skilningavitið og átt að sjá því að maður vill kannski bara vera einn með sjálfum sér. Það er nú að fallega við þetta líka. Já, þessi sundmenning sem við njótum núna, hún hefst eiginlega snemma á 20. öld þegar við förum að búa til sundlaugar hér og þar landið og
Ég þykist muna það rétt að það hafi verið á seinni hluta 20. aldar sem við fengum fyrstu heitupottana sem eru síðan órjúfanleg viðbót við sundið sjálft og sundkennsla kemur líka til skjalanna. Við erum syndþjóð, langflestir íbúar Íslands kunna að synda eða geta bjargað sér á sundi. As a swimming coach, what I like about Icelandic pool culture is that every kid knows how to swim. That's what is really important. So kids are very confident in the water. Even 2-3 years old jumping from the bigger jumping board, they are not afraid and they can easily handle this. That's really nice. Sundkennsla hefst í kringum 1900 og höldum við ennþá mjög fast í þá hefð að kenna börnum frá unga aldri að synda og ennþá verið að kenna sund í öllum grunnskólum frá 6 ára aldri og upp í 16 ára. Já, ég held að þessi hefð sé komin til að vera. Ég var að rifja upp með mömmu og pappa hvernig þetta var hjá okkur þegar við vorum að alast upp. Ég á 3 systkini og það var nákvæmlega eins og ég gerði þetta eftir að ég eignaðist mínar stelpur. Það fara einmitt eftir leikskóla í sund og náttfötin með og við eigum eina 3 mánaða heima. Ef það verið sumar, þá kannski myndi styttast í að við færum og við bíðum svona spenntar eftir vorinu þegar það er hlýtt úti. Þegar það er sumar úti, þá má hún fara í heita pottinn. En ekki þegar vetur og snjór. Er þetta ekki 4 gráður úti, jú. 4 mánaða? Mamma, ég þarf að segja eitt. Hvernig getum þá við sundból? Já, við notum bara gamla sundbólinn þinn. Ég myndi segja að þetta sé klárlega fjölskyldustaður að fara í sund, en svo er þetta líka bara fjárskurður samfélagsins. Það er bara alls konar fólk í sundi sem er líka bara sérstaklega ánægilegt að vera hluti af og hitta aðra og sjá aðra. Hérna kemur fólk bara til þess að gleyma einu daglega amstrið, bara til þess að ná slökun og hafa það kósí í þennan tíma sem við erum í sundi. Ég heiti Þorbjörg Gísladóttir og ég er 93 ára gömul og ég hef farið í sund svo lengi sem ég maður, minnst 5 ára. Við byrjum á að mæta hér og klæða okkur náttúrulega í sturtu og svo fyrir við út í laug, svo syndum við nokkra ferðir kannski og svo er tíminn til komin til þess að fara að stilla sér upp og fara æfinganda. Og við tökum alltaf minnst 2-3 æfingar sem ég er með. Og ég legg áherslu á það, þó ég sé ekki lærð, tek það fram, að vita hvar fólk á að finna teygjur og að þýðir ekkert að vera með neitt sprikl og læti, þar sem ég er. Við gera æfingarnar almennilega. En það er líka allir á sömu forsendum í sundi. Það er enginn að koma í sundi eitthvað til þess að vera með eitthvað vesen. Nákvæmlega. Þú getur ekki verið með vesen á sundskýlinu, skilur. En það er síðan einhvern veginn, það er enginn að dæma neitt sund. Mér finnst það svo fallegt. Það er allir eitthvað, bara eitthvað léttklæddir og bara hafa það næs. Það er bara, mér finnst svo mikil fegurð í þessu öllu. Ég er alveg handviss það að Íslendingar munu áfram stunda sundlaugarnar og við bara erum komin á þann stað að í hverju byggðarlagi horfir fólk til þess, til dæmis sem að vill færa sem við sett, er góð sundlaug á staðnum. Það getur verið ákveðin þáttur í vali hvar maður vill búa, til dæmis með unga fjölskyldu, með krakkana. Þannig að ég er alveg handviss það, já, að sundmenningin mun áfram vaxa og dafna á Íslandi. Það er einhverju sérstakir töfrar við þetta. Ég veit ekki, maður vont að útskýra þetta. Þegar maður fer í sturtuna hérna og er búinn að fara í bólinn og réttir úr sér, það er alveg ólýsanleg tilfinning. Hún er yndisleg. Þá líður manni vel. Ég veit ekki hvernig þetta er í himnaríki en kannski sundlaug það líka.